Já, við erum stödd hérna í Salaskóla í Kópavogi, þar sem að krakkar úr 7. og 8. bekk hafa safnað fyrir bástöddum út af hamförunum í Filippseyjunum. Hjá mér er Gunnar Björn úr 8. bekk, Guðrún Vala og Matthildur úr 7. bekk. Krakkar, þetta er dágóð upphæð, 73.992. Hvernig fóruð þið að þessu, Gunnar? Selja pönnukökur og vöfflur aðalega. Pönnukökur og vöfflur? Já, vöfflur já, og svo rjóma og föndra og svona, origami og alls konar og seldum það líka. Já. Og buðum öllum foreldrum í svona kaffihús. Já. Svona, já. Og hvað tók þessu söfnun langan tíma? 2 vikur heldur sér eitthvað. Já. 2 vikur. Já, þannig. Og var þetta ekkert erfitt? Nei, þetta var bara gaman. Þetta var mjög gaman. Mikið stuð. En það er náttúrulega eins og þið náttúrulega vitið að það náttúrulega eru aðstæður mjög slæmar á Filippseyjum í dag út af þessum hamförum. Þekkið eitthvað til eða hafið þið kynnt ykkur eitthvað þar sem hefur verið að gerast núna undanfarið? Bara svona flakka á milli stöðva sjónvarpinu og hefum alltaf nýjar fréttir frá Filippseyjum og þetta frekar alltaf leiðilegt. Já, það er náttúrulega, og það er mikið dauðsföll og börn eru úti. Já, maður er svona að fylgjast með þessu fréttunum eitthvað. Já. Já, heyr til alltaf á morgnana hvað hefur gerst og eitthvað. Já. Við bara hugsuðum til þeirra og söfnum. Vonum stundum þeim besta. Já, nú er náttúrulega að fara í hönd sá tími sem er aðventa hér á Íslandi og sem er væntanlega þarna úti líka. Það verður væntanlega sárt að binda hjá mörgum hann úti. Er eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri til fólks til að styðja þessa söfnun? Bara hugsa út eða hvað þau hafa en þeir sem út í Filippseyjum hafa ekki. Og svona reyna að styðja einhver svona hjálparfélög. 1000 kall skiptir máli. Já, bara gleðileg jól. Já. Og ormótt, já. Við þökkum þeim Gunnari Birni, Guðrúnu og Matthildi fyrir þetta innslag. Eins og kom fram þá söfnuðu þau 73.992 krónur og afhentu það hér rétt áðan til Rauða krossins og fyrir hönd Rauða krossins var Helga Halldórsdóttir sem tók við þessu. Við þökkum ykkur fyrir og gangi ykkur vel og gleðileg jól. Já, takk.